Hingað kominn góður gestur, mikilhæfur og mikilvirkur og heitir, þegar hátíð í bæ allavega, Dr. Árni Vin Ingólfsson. Og það nú ekki hverjum degi, svo ég bara snúð málinu bara á mig, að mér, sem ég og minn ræfils doktor getur færa annan doktor í heimsókn í Árvog. Svo þetta mikil gleðistund fyrir mig. Þetta ég að vonast til að Árni kenni mér alveg helling og okkur öllum sem að, sérstaklega börnunum mínum, sem eiga þessar upptökur allar og öðrum, kennu öðrum sem að kunna hlusta á þetta. Þeir reyndar áheyrendur orðnir rúmlega 120.000 sem náttúrulega alveg fáránlegt. Segir svo Íslendingar hafa ekki áhuga klassísku tónlist eða svona talið klassíska tónlist. Og þá ætla ég að ljúka þessum formúla og bara bauna á Dr. Árnar fyrstu spurningunni sem ég var aðeins fann í hérna þegar hann mætti. Sonur minn var að spila eitthvað voðalega skemmtilegt á píanó og ég var að hugsa hvað gaman að hlusta og spila. En gaman að skrifa músík, Árni? Mér finnst kannski aðalega gaman að hugsa tónlist og það að skrifa tónlist svona eðlilegt framhald af því að hugsa tónlist. Mér finnst ekkert sérstaklega gaman að skrifa ef ég var sjálf eins og Leiðilegt? Já, það getur verið erfitt af því að maður vill koma hugsunum sínum skýrt til skila. En mér finnst gaman að hugsa tónlist. Lestu oft yfir? Já, ég svona, það auðvitað misjafnt hvernig fólk vinnur, en ég svona típa sem skrifa frekar hratt fyrsta uppkast og svo endalaust að vinna í því og fínpúsa. Frekar en að velta fyrir mig hverju einasta orði og vera mjög hægur að skrifa. Ég vinna á hinn veginn. Já. Þetta tvær mjög ólíkar aðferðir, stundum reikna ég með að ég tala nú frá eigin reynslu að stundum kemur þetta í belgopið alveg non-stop. Þú veist, bara eins og fullkomlega fænt. Eða eins gott og ekki dróðið hjá mér. En stundum bara alls ekki og þá þarf maður að liggja yfir og byrja að stróka út. Akkúrat. En mér finnst gaman, ég hugsa ef ég hefði ekki farið í tónlist, þá hefði ég getað orðið góður ritstjóri. Mér finnst gaman að editera. Og það sem mér finnst kannski kostur við að skrifa frekar hratt, svona fyrsta uppkast að þá nærðu ákveðnu flæði í textan og hugsunina. Og síðan getur maður velt fyrir sér orðalaginu og hvort þú að velja þetta orð eða hitt. Maður getur velt því fyrir sér seinna. Já. Þetta hallur undir gömul og spennandi orð. Mér finnst gaman. Stundum einn ritstjóri minn sagði við mig að ég sleppti svolítið mikið dönsku. Mér fannst það svolítið skemmtilegt. Jú, mér finnst gaman að nota svona í bland, gömul og ný. Ég skal bara gera þá játningu núna, því að þetta tveggja manna tal, notabene, að þegar fyrir einhverja sakir vandaði tónlistargagnrýnanda hjá Mogganum, þá var hringt í Jón Nordal og náttúrulega hinn gagnrýnandann sem var að skrúpa, Þorkel, og spurt hverju getur hlaupið í skarðið. Og þá var bent á mig
sko, ég var ekki nema 21 árs og þetta þótti algjör glabræði, sko. Mogginn fékk skammir fyrir þetta. En þá átti ég það til að því að ég hélt svo áfram að skrifa því að mér fannst stíllinn mér vera svo fellaflatur að ég átti það til að fara í gegnum heilu bækurnar og gá hvort ég fyndi ekki einhver djúsi orð sem að við gæti vantað einhvern tímann í einhverju grein. Og ég gerði það. Og ég tek eftir því þegar ég les hérna greina sem ég hef ekki gert þetta, greinar eftir sjálfum frá þessum árum, þá kemur allt í hann eitthvað mjög fornýrði slag. Já, það getur verið skemmtilegt. Nei, það er mjög skemmtilegt umhugsunarefni, bara einhvern veginn að slípa textann og gera hann bæði skýran en líka spennandi og læsilegan. Já, en það þarf líka að vera mannamál, eða ekki? Jú, já, sko bara þannig að hugsunin komist til skila. Já. Og maður þurfi ekki að lesa sko 3 sinnum til þess að skilja hvað átt að fara, sko. Jú. Jæja, þetta var náttúrulega gaman. Nú ætla ég að snúa mér að því sem við ræddum fyrir viku síðan. Svona ég að einhverju leyti allavega. Ég var eitthvað að hugleiða þetta með þjóðflutninga og mannflutninga og hvernig tónlist ferðaðist milli landa og ég var eitthvað líka að tala sko hvar hefst vestræn músík og ef hægt að tala vestræn músík og hvar hefst hún og hvenær hún komin miðja vegu. Nú átt þú orðið. Já, sko þetta, ég meina hvenær hefst vestræn tónlist, það er erfitt að svara því, af því að ég meina öll samfélög eiga sér líklega einhvers konar tónlist en ekki hefur hún varðveist alls staðar. Og við auðvitað vitum að einhver tónlistadæmi sem við förum bara mjög langt aftur og fyrir Krists burð, ég meina tónlist fylgir gyðingdómnum til dæmis og gerir þetta enn þann dag í dag og hefur væntanlega gert á fyrstu öldum kristninnar. En svona tímamótin hvað okkar tónlistarsögu hér á Vesturlöndum snertir þegar menn og þá aðalega munkar fara að færa tónlist í letur eða naumur og það gerist einhvern tímann aldamótin 800 að talið er. Að tónlist verður hluti af ritmenningu klaustranna, getum við sagt, og sprettur, ég meina rituð vestræn tónlist sprettur upp úr kaþólskum kirkjusöng og þar má kannski segja að séu svona ákveðnar rætur að þar byrjar eitthvað ferli sem við getum sagt að sé órofið enn þann dag í dag. Já, þetta hef ég svo sem heilt áður. Ekki hægt að finna einhvern veginn blett á þessu? Ég veit það ekki, sko, það hefur nú mikið verið pælt í og fræðimenn svona síðustu 20-30 árin hafa mikið verið að velta fyrir sér sko af hverju gerist þetta og svona í hvaða sögulega samhengi. Ég held að allir sem hafa komið í og svona eytt einhverjum tíma í til dæmis kaþólsku klaustri vita að þar sungið óskaplega mikið og það mikið svona regluverk í kringum það. Það er rosalega mikið af lögum og textum en þau þurfa öll að syngjast á ákveðnum degi og kannski ekki nema 1 dag á ári og svo tekur nýtt við. Og þetta eiginlega ekki fyrir mennska menn að muna allt saman. Nei. Og þannig verður til svona ákveðið minnistæki sem fyrst getum við sagt svona með kannski svona frá seinni tíma sjónarhóli svolítið primitíft
að því leyti að það segir þér ekki, það gefur þér ekki allar þær upplýsingar sem þú þarft ef þú kemur kaldur að, heldur ef þú kannt lagið nokkurn veginn, þá getur það getur hjálpað þér að sjá bara hvort þú ert að fara upp eða niður á einhverju tilteknu orði. Þetta er svona minnistæki. Ég er að hlæja í hugsunum mínum, hvað ef að þeir sendi eitthvað gervitungl langt út í buskan, Ameríkumenn, og þar voru ljósmyndir af fólki og svona helstu athöfnum mannskepnunar og tungumál og starffræði dæmi og annað. Hvað allir geimverurnar hefðu fundið út úr naumálum. Já, það er nú það. Guð má vita, sko. En þetta fyrir þá sem kunna þetta nokkurn veginn, þá gat þetta verið svona eitthvað ákveðið hjálpartæki. En síðan svona 200 árum seinna, þá svona verður einhver hreyfing í þá átt, og það nú aðalega eignað manni sem var ítalskur munkur og hét Guido frá Arezzo, að setja, ef þú setur nótnastreng eða nokkra nótnastrengi saman og ákvarðar tónhæð, festir tónhæð við strengina, að þá sé hægt að skrifa nótur niður þann nákvæmlega að jafnvel sá sem ekki kann lagið fyrir geti sungið það af nótunum. Og það eru auðvitað svolítið tímamót, sko. Það eru stór tímamót og sumir, sko, notabenni, þá vitum við báðir að tónfræðin geta rifist svona atriði alveg fram við rauðan dauðann, sko. Þetta gæti verið upphafið af tónsmíðum, eiginlegum tónsmíðum, af því að þarna var hægt að skrifa eitthvað og það ekki eitthvað lag eða lagstúf, hendingu, og hún gat lifað tónskáldi sér. Það er ákveðin varanleiki sem þessi nótnaskrift Guidos býður upp á. Þá myndi næsti prófessor segja, sko, to play the devil's advocate, skemmtaskrattanum, hann segja, já, hann elsku vinur, þá var maður einhvers staðar fyrir sunnan, Arezzo, mörg hundra árum áður, og hann hét Gunnar Þórðarson, bjóta lofsalega falleg. Já. Jú, ég meina, það er svo sem ekkert að segja við því. Þar liggur deilan, sko. Jú, akkurat. Hvort að þessi Gunnar, sem samt þessi fallegu lög, það sé ekki alveg eins mikill upphaf tónsmíða eins og einhverju ungar að skrifa þessi minnisbúta. Jú, en ég minna að það er auðvitað líka þetta með, sko, hvað hefur varðveist og hvað ekki. Ég minna að það eru til nótnafragment, til dæmis frá Grikklandi til forna. Mér finnst að segja fragment. Já, brot, svo ég tala nú betri íslensku. Nei, fragment er ægilega fínt. Frá Grikklandi til forna, en hvernig á að lesa úr þeim, það er einu saga, sko. Þegar að rof kemur á hefðina, þá er örðugt að segja til það, sko. En hvenær höfum við fastland undir fótum eiginlega? Og hvenær hættir sjóndeildarhringurinn að rugga? Hvenær getum við sagt, við erum komið með apparat sem getur skráð það sem við erum að hugsa eða búa til, eins og Gunnar þessi, og sem getur geymt þetta til framtíðar. Hvaða ártal myndur þú setja við það? Þegar stórt er spurt, sko, með þessari uppfinningu Guidos, sem auðvitað í sjálfu sér bara enn þann dag í gildi, þá er komið gott kerfi fyrir tónhæðina. Það sem næstu aldir á eftir fara svolítið mikið í,
hjá tónskáldum, hjá fræðimönnum. Býttu aðeins. Já, hvernig er hægt að skrá hryn? Hvernig virkar rytminn? Og Stríðaður. og það tekur svolítinn tíma og eru hinn ýmsu kerfi sem þar eru reynd og verða síðan svona getum við sagt frá okkar sjónarhóli svona betri, fullkomnari og já, þannig að það tekur drjúgan tíma til viðbótar, skulum við segja. Það er rétt og fyrirgeðu, auðvitað ég ekkert að leggja dóma það. Jú, ég tel það vera rétt hjá þér. Og þá erum við komin að hlut sem við nefndum síðast. Og það er hlutur teoristana sem skrifuðu þessa löngu, flóknu og skemmtilegu og yndislegu og dásamlega, verða að hætta, ritgerðir músík og þar á meðal hryn og metres og eða takttegundir og allt mögulegt. Og viltu byrja að tala það fyrst, nefna einhverja menn í því samhengi? En svo endilega vil ég tala hann John Cotton. Ég skal bara, Guido var náttúrulega teoristi og hann skrifar bók sem kölluð Micrologus sem einhvern tímann 1030, svona cirka 70 árum seinna. Ég held að Bartók hefði skrifað Micrologus. Já, það var aðeins svona. Svona í kringum 1100 að þá maður uppi sem, það er nú mikið búið að ræða það og diskutera hvaðan hann kom og hvar hann skrifaði og hvað hann hét. John Cotton hann stundum kallaður, Jóhannes Cotto eða Jóhannes af Affligem, Jóhannes Affligemensis. Já, var ekki líka var ekki talið einhvern tíma að hann var frá Austurríki, Sviss hér á honum? Já, núna held ég þessi talið að hann hafi skrifað bókina þar. Verið munkur þar en verið enskur að uppruna. En haft einhverja viðdvöl í klaustrinu í Affligem sem í Belgíu. Já. Þar ennþá bruggaður bjór, Affligem bjór. Viðþangað. Einn vinur minn hérna í Ameríku, hann alltaf þegar ég kem í heimsæknilands kaupir Affligem bjór og skálfið fyrir Jóhannes Affligemsis. En það hliðarsaga. Nei, það er skemmtilegt. En sýnir það bara hvað þessi maður félag. Jú, akkurat. En sem sagt þessi Jóhannes Cotton, Jóhannes Affligemensis, hann svona eiginlega uppfærir þetta 70 ára gamla rit Guidos. Gerir sína útgáfu því sem kölluð de músíka núna. Ekki músíka, heldur de músíka. Tónlistina, af tónlistinni, sem varðveitt í, ég veit ekki, milli 20 og 30 handritum frá þessum tíma, þannig að við náðum töluverðri útbreiðslu. Varst þú ekki búinn að stúdera hann? Jú. Áttaði þið bara ekki á því? Ég, í mínu námi var hann alltaf kallaður John of Affligem. Ég var ekki á Cotton. Nei. En það bara, þú veist. Þá veit ég hvað þetta er. Já. Það var Bandaríkjamaður sem skrifaði History of Music Theory og honum fundist John Cotton verið miklu þjalla. Já, akkurat. Fyrir Englendinga, eflaust, Færeyja og Ameríkana. En þetta mjög áhugavert rit. Hann svona fjallar tóntegundir og tónbil og svona eiginlega allt þetta sem Guido hafði gert svo sem líka. En það sem svona nýtt hjá Jóhannesi eða John Jóhannesi vinsælt nafn á mjög vinsælt nafn á þessu heimili.
er umfjöllun organum eða sem sagt hvernig skuli gera tveggjarata tónlist. Já. Býtum, má ég segja, má ég spyrja einum, ég verð eiginlega að fá að grípa inn í þetta. Sko, ég rakst á John Cotton í Sibley Music Library í mínum kassa þar, eða cubicle, og var að lesa þessa bók, áðurnefndu bók eftir kennarar minn, History of Music Theory, og ég rekst að þennan mann og ég fyrir að lesa þessa ritgerðir hans og þessa nótna dæmi sem hann skrifaði upp, og hann er að tala organ, kvintsöng, og mér fannst hann tala svo miklu innsæi eins og hann væri tónskáld. Þú veist, ekki svona maður sem væri að skrá gamla hluti eftir Guido, heldur hann var að þreifa sig áfram með eitthvað nýtt. Skynjar þú það í hans? Já, og sérstaklega auðvitað í þessu, því þetta er svona stóra viðbótum. Þarna er einhver gerjun greinlega á þessum tíma sem hann er að skrifa þetta, sem hann er svona eiginlega frá okkar bæðurum allavega svolítið fyrstu með fréttirnar í þessu tilliti, sko. Og er sem sagt að kenna fólki það og þessi fyrsta fjölrödd, hún byggir á sléttsöngnum. Ég meina sléttsöng, önnur röddin er gefin. Já, það er Gregor-söngur. Það er Gregor-söngurinn. Og hina röddina býrðu til og það er svona hálf improviseruð hefð, getum við sagt, út frá ákveðnum reglum sem hann er að leggja þarna fram. Hvaða tónbil átt að hafa til hliðsjónar, hvernig átt að enda frasa, það skiptir máli að niðurlögin, að þau enda ekki einhvers stórt í móa heldur, að það séu 500 og 800 Nei, það sé alveg skýr mörk á laginu og hvar það endar. Já, akkurat. Eða hvar kemur hlið. Eða frasanum. Já, frasanum. Já, akkurat. Og þar vildi hann alltaf hafa, sem sagt, hvað? Að banna á tvíund. Þríund, mann það ekki, hvað hann sagði það? 300 og 600 líka bannar. Það má bara vera 500. 1, 500 og 800. 1, 500 og 800. Sko, við erum alltaf það. Þetta var 1900, hvenær var þetta eiginlega? Þetta var 1976, 7 sem ég las þetta. En já, ég ætlaði að bæta þið við að ég var svo imponeraður af þessum manni að ég skrifa, eins og ég sagði daginn, ég skrifaði glósubókina mína. Ég á hana hérna ekki staðar því ég var mjög, geymdi mínar glósur alveg ofsalega vel. Ég vissi að ég kæmist ekki aftur í Sibley Music Library, sko, stærsta bókasafn í heimi, tónlistarsafn. Ég yrði að fara með hlutaði heim til að geta notað í kennslu og öðru. Ég skrifaði glósubókina mína Athuga John Cotton. Það er eitthvað við hann sem minnir mig á íslenska sönghefð, og var ég þá að hugsa organ eða kvintsöng. Getur þú bætt eitthvað, akkur slóa mig svona, heldur þið? Jú, ég meina við eigum auðvitað hér okkar tvísöng, okkar kvintsöngshefð í gegnum margar aldir. Til dagsins í dag. Og mér finnst oft gott af því að sko, þegar maður talar tvísöng við svona hinn almenna borgara, að þá svona er kannski það fyrsta sem fólk hugsa er Ísland farstalda frón eða eitthvað þannig, sko, sem er náttúrulega skrifað upp af Bjarna Þorsteinssyni til lok 19. aldar og er svona... Og blessuð sé minning hans, vissulega, en þar sem að sko lagið og mótröddin eru í eiginlega samstígum 500 út all lagið. John Cotton hefði ekki verið ánægður með þann tvísöng. Ekki, þótt mjög flott. Nei, hann vildi hafa sko fjölbreytni í því einmitt að það væri ekki of mikil samstígni.
heldur að raddirnar Parallelismi. hreyfðust á móti hvor annarri. Já, kontra, punktus, Já. kontra. Einmitt. Nei, punktus kontra punktum. En það, ef maður skoðar sko elstu íslensku handritin sem hafa varðveist með þýsum sem eru frá undir lok 15. aldar. Já. Þá sér maður að þau séu, eru þau að fjalla er það geymt fyrir alda eða er það samtíma? Það sem sagt bara það sem er verið að syngja á Íslandi þann daginn bara á 15. öld. Já. 1473. Já, flott. Er við að skrifa upp handrit fyrir klaustrið á Munkaþverá. Og þar eru tónbilin miklu fjölbreyttari. Það er ekki bara 500, það eru líka 300 og 600 inn í miðjum, ekki í lokin. Raddirnar fara á móti hvor annarri en líka stundum parallelt. Og fara í kross, já vil. Já. Og þannig að þessi svona raddhreyfingartækni sem John Cotton er svona eiginlega fyrstur til að koma á blað, hún lifir mjög lengi eftir hans tíma og í rauninni getur maður sagt sko að því að tónlistarsaga, vestræn tónlist, hún heldur áfram að þróast auðvitað og ég meina það kemur flóknari fjölrötun og það kemur rytmi og það kemur allt mögulegt. En þessi einfalda tækni við að sko, það sem stundum kalla bara tvöfalda sléttsöng, hún lifir áfram í gegnum aldirnar sem einhver svona á einhverjum öðrum vinkli með tónlistarsögu. Ég má ekki skröpa þér. Ég rauk náttúrulega Harvard Dictionary of Music. Já. Og það veist, eins og þú veist, þá er ekki, það er engar ævisögur í Harvard Dictionary of Music. Það er bara tæknileg atriði. En ég fór bara frá flest upp á Íslandi í Harvard og þá kemur til ljós að þessi tækni og lítiski tónstíð sem að byrja á F á okkar dögum, hann er kallaður Mótus Íslandus meðal tegarista. Já, og ég var alveg rosalega monti. Þakkaði Mr. Harvard alveg sérstaklega. Já, það var náttúrulega kaflið Íslandi í Harvard. Já, það er langt síðan ég lesið hann en ég mani mitt eftir því að hafa fundið það. Mótus Íslandus, takk fyrir. Það er sem sagt ein tóntegund og lítiska tóntegundum hækkuðu ferundinni eins og sagt. Já, heyrðu, jæja, þetta er nú alveg ægilega skemmtilegt. En áður við förum yfir í metríska músík eða uppfinningar, skulum við líta aðeins aftur og ekki hvort við höfum gleymt einhverjum. Eða ég veit að þú varst bara gert að stutt og laggott fyrir okkur. Hérna, tölum Gregor. Já. Hann hefur verið mjög afkastamikið tónskáld, eða hvað? Eða kannski bara alls ekki. Gregor var páfi í Róm einhvern tímann aldamótin 600. Gregor fyrsti. Að hve miklu leyti hann var akkúrat að gefa sér mikið að tónlist það er deilt, skulum við segja. En svona eiginlega kannski á svipuðum tíma og menn fara að skrifa niður fyrstu nóturnar, það er að segja 200 árum eftir að Gregor deyr. Þá
Þá var hann búinn að safna svo mörgum lögum að það gæti enginn munað það. Hann var kannski eins og var sagt Josquin du Pré, hann var afkasta meiri í dauðanum en í lífinu. Já. Við akkurat var það sagt Josquin. Af því að hann, óprúttnir nótnaforleggjarar aðallega í Þýskalandi, þeir eignuðu honum mikið af tónlist sem hann samdi alls ekki eftir að hann dó. Af því að hann svo frægur. Það seldi nóturnar betur, það eignaði af Josquin. En það sem að gerist þarna í kringum 800 er að það verður til þessi þjóðsaga Gregor að hann hafi skrifað niður öll þessi lög sem að fylgdu kaþólska kirkjuárinu og hann hafi gert það með aðstoð heilags anda sem hafi birst honum í dúfu líki og það hafi verið oft sérmaður. Þetta hljómar eins og Francis frá Assisi. Akkurat. Og þetta sér maður oft í teikningum og svona lýsingum sem fylgja handritum að það er mynd af manni sem á það að vera Gregor sem situr og það er dúfa sem hvíslar syngur í eyrans og síðan er tjald fyrir af því að hann vildi ekki að það sæist hver var þessi aðstofamaður og hinum megin er maður með fjæðurstaf og handrit og skrifar niður þessi lög. Hann var svona eiginlega miðill. Já, í rauninni. Í þjóðsögunni. En þannig er í rauninni búið að skapa ákveðið autoritet fyrir þessi lög sem á einhverjum tímapunkti einhverjum hefur einhverjum verið hagur í því að þessi þjóðsaga yrði til. Er það fyrsta tónlistarritskoðunin? Já, kannski. Fyrsta svona meðvitaða pólitísk, hvað getum við sagt, músíkalska svona þjóðsagnagerðin. Já, það var alveg ljóst að hann var ekkert að skrifa niður danslög. Nei. Hann var ekkert að skrifa niður Gunnar Þórðar, En það sem gerist, og fræðimenn vilja nú meina það, að þetta tengist Karla Magnúsi og hans kannski svona tilraun til að sameina ríki sitt líka í gegnum litúrgíu, það er að segja að það er auðveldra að halda saman stóru landi ef allir eru nokkurn veginn að gera það sama. Já, og ráða bæði fyrir hönd Guðs og manna. Akkurat. Þannig að hann hafi sent eftir söngurum frá Róm til að kenna sínum söngurum hérna réttu gerð á kirkjusöngnum og ef þú ætlar að fara að stýra þessu allt landið að þá er ágætt að hafa þessa þjóðsögu svona með í farteskinu að þetta sé nú lög sem séu komin frá Guði almáttugum þannig að það sé best að vera ekkert að krukka of mikið í þeim heldur syngja þau bara eins og þau eiga að vera. Já, einmitt. Hundur basta. Já, þetta var svona rammi sem menn voru vinsanlega beðin að stíga ekki út fyrir öllega áttu þeir það yfir sér að vera brendur á báli. Jú, eitthvað þannig. Eða eitthvað ennþá verra. Eitthvað ennþá verra. Þannig að þannig hefur þessi þjóðsaga kannski orðið til. Grekorsöngur, slettsöngurinn kaþólski er eitthvað sem verður til yfir mjög langan tíma. Stundum, ég meina yngstu lögin við vitum að það voru menn eins og nefnir að semja Grekorsöngva á til dæmis 11-12 öld. Þetta er gífurlega stórt repertoár, getum við sagt, sem verður ekki til á einni nóttu, heldur svona bætist við og er verið að editera langt fram eftir öldum. Já, þá er það tvennt sem ég liggur hérna. Ég ætlaði bara að skjóta, já, best að leyfa þér bara að gera það. Það er hann Davíð og sálmarnir hans. Segð þú okkur bara frá þeim. Hvað er líkingið með Gregor söng og Davíðsálm? Davíðsálmar eru náttúrulega uppistaðan að tíðasöng kaþólsku kirkjunnar og heilagur Benedikt var mikill talsmaður þess að réttu trúaðir munkar myndu syngja eða tóna allan Davíðsaltaran á einni viku. En hver sang þessi lög?
Nei, er það svo ljóð? Það er, sko, Davíð og Gregor eru eiginlega á sama bálti. Ég er að segja það. Þessir afkastamiklu menn sem voru kannski ekkert svo afkastamiklir í lífinu. Safnarar. En Davíð, ég meina, sagnfræðingar virðast nú vera á því að hann hafi verið, sko, sagnfræðileg fígúra, hann hafi verið konungur í Ísrael eitthvað 1000 fyrir Kristi eitthvað. Og það er allavega svona hefð fyrir því að túlka hann sem einhvers konar tónlistamann og oft í til dæmis á miðaldahandritum meira með hörpu, að slá hörpu og svo eru náttúrulega þessar, sko, vísbendingar í hérna sálmunum sjálfum sem virðast gefa til kynna einhvers konar tónlistarflutning og í íslensku sela, er það ekki eitthvað orð sem er stundum haft svona sem einhvers svona millispil eða, sko, ég held að í biblíunni jafnvel, sko, allavega í gömlum biblíum kemur oft svona milli versa eitthvað svona sela sem þýðir þá millispil eða þögn. Nei, ætti að vera þá kannski, ég veit ekki, hljóðfæra sláttur inn á milli versa Það er hörpulegur. kannski, en það sem mér finnst svo dásamlegt er að sum tónskáld, ég held að þetta sé hjá Heinrich Schütz, Já, sko. nót eða sem sagt taka þetta orð sem hluti af textanum og semja sem sagt við bara sela er bara hluti af kvæðinu sem ég held að sé ekki hugsað þannig. Þetta hef ég aldrei. Já. Og svo Þetta er yndislegur misskilningur. Já, yndislegur misskilningur. Og margir hafa, sko, yfirskrift eins og til söngstjórans og eitthvað svoleiðis þessi Davíðssálmar þannig. Nei, nú ertu komið svolítið langt og undan okkur. Já. Hérna, við erum að tala ég ætla aðeins að staðsetja okkur sem sagt landfræðilega. Við erum bara þessi svo kallega vestræna tónlist og af hverju er maður að taka það fram að því að það er til svo marga tegundir af tónlist eða tóniðkan bæði fyrir sunnan Jerúsalem í Afríku og Arabíu og fyrir austan og svo er náttúrulega öll austurkirkjan, rússneska kirkjan, orþódoxkirkjan og allt það, þar sem að ég held að við Árni eigum við þegar við erum að tala vestræna tónlist. Það er tónlist sem sagt sem á rætur að rekja til gyðingsdóms og Davíðs konungs og svo fram norður Evrópu, sem sagt frá suðri Ítalíu til norðurs og hann var að tala Karla Magnús, svo þá er hlutinni farin að færast aðeins í norður, sko, í við ættum eiginlega að kalla þetta norðvestur Norðvestur evrópska tónlist. Já. Og þá vildi ég þó brenda á svona ganni að við vitum öll svo sem hvaða lönd það eru, hvar er að setja mörkin. Við setjum bara mörkin við Rússland og Tyrkir hafa náttúrulega bæði verið múslimur og kristnir og Hagia Sophia, bæði verið moska og kirkja, svo við getum sagt að það sé alveg greinileg endamörk. Og Spánn var kristinn og Portúgal og þá eru konur til Englands. Og þá vil ég bara benda á strax upp að það voru stutt frá Englandi til Íslands. Og ég vil koma því að. Akkurat, einnig. Jæja, þá veitum við hvað við erum að tala allavega. Það er nú flott hjá okkur. Venjulega eyða höfundar sem fjallar vestræna tónlistar eyða svona 30-40 blaðsíðum, sko, útskýra hvað þeir eigi við með history og western music, eins og grátgerir, blessaðu kallinn. Hérna, þá gerist eitthvað þarna í veldi Karla Magnúsar og þar umkring í ártöluntalið sem
varðar Hryn. Og nú fær gestur að hérna láta ljósið skína. Hvernig byrjaði það og hvar? Sko, þetta nú þróun sem tekur ansið langan tíma. Já, eins og Já, akkurat. En við skulum segja... Við erum að reyna að einfalda þetta. Allavega svona fyrstu skýru og að mér finnst ákaflega skemmtilegu dæmin hreinbundna tónlist sem eru virkilega tónsmíðar koma fram í París svona í kringum 1200. Er það ekki? Og París og verður svona svolítil miðstöð fyrir einmitt, getum við sagt, þróun hreinbundinnar tónlistar næstu. Þá ert þú að tala Leo, Nino, Pero og Tím. Akkurat, þessi tveir meistarar tónlistar við Notre Dame sem að við vitum reyndar skammarlega lítið annað en nöfnið þeirra. Og músík alveg hundlega, nei fyrirgeðu, skemmtileg. Mér finnst þetta alveg dásamleg. Ég finnst hún líka, hún svona, þetta svona eins og hérna Phil Glass. Já, þetta svona naumhyggja 12. aldar. Já. Og ég man ennþá. Útskýra fyrir fólkið. Hvernig myndir útskýra þetta? Sko, þú ert með tónlist í nokkrum röddum sem að ein rödd heldur tónum mjög lengi. Það er Gregorsöngurinn, það er útgangspunkturinn. Það er cantus firmus. Það sem tónlist. Og hvernig þýður cantus firmus? Það er fasta land undir fótum. Akkurat. Yfir þessu fasta landi eru síðan 2 eða 3 raddir dansandi og skoppandi í rytmum. Það eru fuglarnir á himninum. Akkurat, lemmis. Í mjög löngum hendingum á einum og sama sérhljóðanum. Í cantus firmus. Já, sem er líka... Já, þú meinar... Melismum. Já, tala melismatik. Samkveðum heitir það ekki. Það veit ég ekki. Þannig að sko söngurinn í þessari... Er melismatískur. Já, og hann skiptir sérhljóða á kannski svona eins og mínútu fresti. Já, þegar maður er leiður á A. Já, þá þarf maður yfir í E. og þetta, ég man ennþá þegar ég heyrði þessa tónlist í fyrsta skipti, ég hef kannski verið svona 16 ára í tónlistasögutímum hjá Önnu Magnúsdóttur. Já, blessuð sé minning hennar, hún kendi mig mikið og ég alveg upptendraðist yfir þessu. Já, auðvitað, maður bara mest maður veitar. Maður bara hrífst alveg frá toppi til táar. Já. Þetta er feikilega áhugavert. Og krefst mikils aga í flutningi. Já, náttúrulega þessi rytmar, þeir eru ótrúlega skemmtilegir. Þetta eru rytmafígúrur. Þetta eru rytmafígúrur sem eru, ég meina, þú ert í rauninni bara með 2 breytur, getum við sagt. Þú ert með langt og þú ert með stutt. Já. Þú getur haft það langt stutt eða þú getur haft það stutt langt. Já, eða stutt, langt stutt. Já, akkurat. Sem er bara synkopa á nútímamáli. Þannig að breyturnar eru ekkert mjög margar og það sem er kannski mest heillandi við þessa tónlist er hvað, sko, miðað við þennan þrönga stakk sem tónskaldunum er sniðin, hvað þau geta samt búið til algjörlega heillandi músík. Alveg. Það er svolítið stórkostlegt, sko. En þessir Leonín og Perudín, sko, ef við ættum bara þessi nokkur handrit, þetta er nú ekki mörg handrit sem varðveita. Hvað er þetta mörg? Já, þau eru 3 sem eru svona yfirleitt talin sem svona megin handrit. Hefur þú séð þau? Ég hef séð 1. Hvernig var þér við? Það er bara það næsta sem ég hef komist bara algleymi. Já, þau eru 2 sem eru kennd við Wolfenbüttel í Þýskalandi og 1 sem er kennd við Flórens og hefur verið í bókasafni Medici ættarinnar liggur við bara frá því að var skrifað. Og þegar ég var í Flórens 2013 eitthvað
í nokkra mánuði þá tókst mér að sem sagt, fá leyfi hjá bókasafninu, sem sagt Laurenziana bókasafninu, sem gamla Medici bókasafni í Flórens, til að fara þarna inn og skoða þetta handrit. Og ég man ennþá... Fór eitthvað með þér? Nei, ég fekk bara að fara einn og ég man ennþá eftir póstinu sem ég fekk frá bókasafnsverðinum sem sagði, við skulum leyfa þér að koma og skoða þetta handrit, þú farið að skoða það einu sinni á ævinni, þú mátt aldrei koma hingað aftur. Sögðu mér fyrirfram, það bara einhver kvóti, það bara... Kvótin, já. Já. Þannig að ég nautist bara ennþá betur fyrir vikið. Það ótrúlegt sko, sérstaklega því að ég hef mikið eitt tíma í að skoða þessi gömlu íslensku handrit sem eru náttúrulega bara fúin og morkin og illa sködduð af því að hafa verið að velkjast í rúmbotnum og kistum hér og þar í aldir. Að skoða handrit sem sko, það liggur við að sé eins og það hafi verið skrifað í gær. Það sést ekki á því blettur. En þetta svona handrit sem eru varðveitt, en það sem ég vildi sagt hafa að ef bara þessi handrit höfðu varðveist þá vissum við í rauninni mjög lítið sko hinn sögulega bakgrunn þessar verka því að þau eru til dæmis ekki merkt þeim. Vitneskja okkar sko hverjir þessir menn voru og hver samdi hvað kemur frá líklega enskum háskólastúdent sem var að læra í París í kringum 1270. Hvað hét hann? Það vitum við ekki. Það vitum við ekki. En býtu, hvar var hann starfandi? Lærandi? Hann var lærandi í París. Já, Englandi. Og því hann lítur að fara heim til Alma Matters með sína þekkingu. Já, ég man ekki alveg hvort það vitað. Hvar hann endaði. Ekki bara giska á Lincoln. Jú, við skulum, það mjög góð ábending. Já. Ok, þá var það ákveðið bara. En hann, sem sagt, skrifar þarna upp svona lítinn tónfræðiglósur, skulum segja, sem talið að séu, sem sagt, bara glósur hans úr tímum í háskólanámi í París. Og þetta sýnir bara hvað þekking okkar á fortíðinni getur verið ótrúlega gloppótt og hipsumhaps. Ég man að sko einhver var að útskýra þetta fyrir mér einhvern tímann og sagði sko ímyndaðu þér ef að sko það eina sem við vissum tónlist í Evrópu árið 1950 væru háskólaglósurnar sem þú tókst þegar þú varst í þínu undergraduate námi. John Cotton mjög áhugaverður maður, ég þarf að skoða hann betur. Þannig en þessi maður sem sagt þegar þetta handritans var gefið út á 19. öld með öðrum anonýmus handritum fékk þessi skribent, ónefndi skribent, heitið Anonymous 4. Bara af því að þetta var... Hérna loksins koma. Já, af því að þetta var svona 4. Anonymous handritið í þessari útgáfuröð. Já. Anonymous 4 svona lykil maður okkar í vitneskju tónlist í París aldamótin 1200. En hvað hann hét, það veit enginn. Nei, jú, hann hét Anon 4. Já, akkurat. Bara þú veist að til fræg sönggrúpa sem heitir Anon 4. Dásamleg. Mjög flottar, 4 konur. Já, yndislega grúpa. Já, heyrðu, þú búin að segja okkur svona undan og ofan af John, vinu mínu Cotton, Jóhannesi mínum. Já, kannski þetta hefði bara verið forboðið fyrir synum mínum, já. Akkurat. Við skulum sjá, ég ætla nú ekki að fara að segja alla tónlistarsöguna, það er á langt. En þú nefndir hérna Anonym 4. Ok, segðu okkur þann góða mann sem allir dást að. Segðu okkur eitthvað sem að geti kveikt í einhverjum ungum og viðkvæmum tónlistarfræðinema
Anonym 4 til þess að svo að hann fari nú að stúdera þessa skemmtilegu list sem að við höfum verið að velkjast í all okkar ævi. Já, hann í rauninni bara að segja svona undan og ofan af því hvernig þessi tónlist virkar, svona lögmál þess sem þessi tónskáld að gera, og hann gefur okkur þessi 2 nöfn, sem það hafi verið Leonín og síðan eftir maður hans sem hétt Perotín. Og Leonín hafi verið mjög góður í að semja organum, en Perotín hafi verið svolítið betri í að semja það sem hann kallar diskant, sem eru þessi svona dansandi kaflar, fuglarnir, og að Leonín hafi samið þess og þessi verk, og Perotín hafi samið meðal annars organa quadrupla, þess að 4 radd organum, meðal annars Viderunt omnes og Sederunt principes, sem eru þessi stóru organum. En byrja að því að nú segir organum, og þá ég vissum sem að segja, nú voru þeir að spila orgelan í París. Já, nei, þetta sem sagt fjölradd organum bara sem heitir. Nei, að því að maður veit á Notre Dame og maður veit að Fíborgulunu og einhverju kalla sem heitir Leonín og Perotín og þú eru eitthvað sem gerir eitthvað organum þá heyr maður bara fyrir sér, þú veist. Akkurat, nei, þetta hinn sungni organum, hinn sungna fjölröddun. Hvernig myndir þú lýsa Anon 4? Svona, ég talaði áðan að John Cotton, ég hefði haft á tilfinningunni því ég las hann fyrst að þarna talaði tónskáld, sem væri ekki bara að að skrá eitthvað sem væri búið og gert, heldur hann var að færa hlutina fram á við. En Anonyms, hvernig hann? Hann ekki þannig. Hann frekar svona retrospektífur að því leyti hann að lýsa einhverju sem hefur þegar gerst. Hann meiri sig ekki að lýsa nýjustu þekkingunni. Hann ekki að tala um Franco af Köln, eða hann ekki að tala um svona, en hann svona á sínu afmarkaða svæði sem bara hvað að gerast í tónsmíðum í París 1200, þá hann mjög mikilvæg heimild. En hann það náttúrulega stórkostlegt að eiga þá ljósmynd. Akkurat, en hann ekki, held ég, tónskáld sjálfur, og hann ekki einu sinni, held ég, beinlinis fræðimaður að því leyti að hann sé sjálfur að setja fram einhverja nýja þekkingu. Þetta ekki bara eitthvað praktískt mál, var hann ekki að kenna eða eitthvað? Jú, eflaust. Og ég meina eins og ég skil þetta, þá þetta í rauninni bara glósubók. Þetta bara einhvern veginn, sem minnir mig á það, að þegar ég ánægjaðist Þorkalli Sigurðssyni og satt á fyrsta bekk af 10 í salnum og beint fyrir fram að kennarann, svo ég fengi borgað þetta og heyrði hann segja vestræna tónlistarsögu frá upphafi að þá var Þorkell með glósu sem hann tók niður í Hamlin og vélritaði svo og var svo elskulegur að gefa mér einn dag að því ég satt alltaf fyrst að nekka skrópa aldrei og þessa glósubók hans lét hann vélrita og binda og hann gaf mér allavega eintak, ég veit ekki hvort að fleiri fengu eintak af því. Þar fjallar hann heilengi Leonín og Perotín og þessa menn. Alveg stórkostlegu tónlistarsögu kennir hann, varstu ekkert hjá hann? Nei, en ég man að þessi svona glósu hefti hans, þau voru notuð í tónu þegar ég var í skóla. Já, þetta hefti sem ég fekk var handskrifað. Já, þetta var vélritað sem ég fekk, en þau voru merkt honum, þetta voru 2 hefti, annað var held ég hvort hann náði til 1750 og hitt eftir. Þannig að við erum báðir þeim böksunum að Anon 4 hafi verið svona Þorkells. Já, í Þorkellsstíl. Já, kenna tónlistarsögu. Já. Sem minnir mig á það að píanónemendur og aðrir svoleiðis fólk sem eiga ævinni að spila píanó.
hérna, það þótti ekki mikið var í sko tónlistarsögu og fannst þetta eiginlega tímaðislega. Það þurfa að mæta þarna 2 kvöldi í viku. Þess vegna var Þorkalli, og þetta sko algjör útúrdúr, Þorkalli eiginlega meinað að fara lengra í tónlistarsögunni en svona fram að Stravinský. Ekkert eftir það. Hvað er það? Nei. Píanókennarinn bara neituðu það því að það væri neitt eftir Stravinský. Það var ein önn í viðbót og þá væri farið að tala um einhverja kappa hérna 20. öld. Það var nú svo. Já, númer 4, vinur okkar. Þannig við erum að afgræða hann mjög snarlega. En svo þróaðist nú á þessu norðvestur héraði okkar, þróaðist nákvæmari nótnaskrift bæði í tónæð og svoleiðis, strengjum fjölgaði, bassastrengirnir komu og svo framvegis, en sko, ég vil ekki það orðið rytmískt talað sko, þegar bara fyrir töðunar á mér, það er allt talað rytmískt í dag, sko, alveg saman hvað það hinn hreinlegi þáttur tónlistarinnar jókst. Algjörlega. Og hvernig hægt var að skrifa hann. Getur hann sagt okkur, koma okkur eitthvað á sporið? Hvað myndur þú segja? Mensural notation svona? Jú, akkurat. Sem svona þróast á, getum sagt, 13. öld og fram á 14. öld er svona gósen tíð fyrir svona þróun og tilraunastarfsemi næstum því í hreinlegri nótnaskrift. Já, flott. Við erum bara fyrir því. Og Frakkland er mjög mikil miðpunktur fyrir þessa þróun. Já. Við getum sagt að svona hún nái kannski ákveðnum fyrsta hápunkti hjá Guillaume de Machaut. Og þarna er smám saman verið að fjölga losa þessar ákveðnu hömlur sem höfðu verið hjá Léonín og Pérotín sem eru bundnir af því að nota tákn Gregórsöngsins til að nótera sína tónlist. Það er að segja, þeir eru ekki með þessi nótnagildi sem við erum vön, hálfnótur og heilnótur og fjórðupart og eitthvað, eða eitthvað, það sem á við það á þessum tíma. Heldur, þeir eru bundnir af, og það er það sem gerir, setur þeim mjög sterkan ramma, skýran ramma í sínum rytma, er að hann getur eiginlega bara verið langur, stuttur, langur og einhverjar varíusónur af því, af því að þú ert bara með þessi gömlu tákn sem er búið að sko gefa einhver svona eitthvað vægi. Leið og það losnar þetta með því að þú ferð að segja þetta tiltekna táknar þetta tiltekna nótnagildi. Þá opnast upp allt annar heimur í möguleikum tónskálda til að leika sér með hryn. Og þetta gerist mjög greinilega á til dæmis seinni hluta 13. aldar og fyrir hluta 14. aldar. Hvaða tónskáld kemur þér í hug sem svona sko það er eiginlega hægt að nefna á öll ef ég fer í hugs út í það sem er sérstaklega fær í þessum hreinlega þætti tónsmíðanna. Ég veit alveg hver það er fyrir mér sko til og með árið 1700 hann hérna bara Rameau. Já. En hver var það nú þessum tíma?
Ég myndi nú segja að Masjó sé nú svona algjör lykil fígúra. Hvað gerir hann að lykilfígúru? Góð spurning. Já, hann er nú til dæmis, sko. Já, ég er dauðfeginn fyrir ekki að svara sjálfur. Já, til dæmis bara það að við vitum hvað hann hét og við vitum hvað hann samdi er svolítið nýstárlegt af þessum tíma. Ef við tökum það sem er að gerast bara nokkrum áratugum fyrr, að þá er stærstur hluti af því eru anóným tónverk. Það bara eiginlega mátt ekki. Nei, það bara þótti ekki við hæfi. Ég segi það. Að stela dýrðinni frá Guði alls ekki. Sko. Og lykilhandrit í franskri tónlist svona á seinni hluta 13. aldar er handrit sem er kallað Montpellier kódexið. Montpellier handritið með mótettum sem eru 3 radda mótettur þar sem er hægan tenor svo sem er 2 efri raddir og stundum eru það að syngja sitt hvað textan jafnvel og sitt hvað tungumálinu. Mjög áhugaverð tónlist en við vitum ekkert hver samdana. Flókin business. Mjög flókin business. Þeir eru alveg, sko, þeir eru svolítið að missa sig eins og maður segir á góður íslensku tímans í þessum rytmísku pælingum, þessum hreinlegu pælingum. Og þá þurfti náttúrulega alveg ofboðslega vel þjálfað að söngva. Jú, akkurat. En síðan sem sagt bara þegar við erum komið þarna yfir aldamótin 1300 að þá er komin einhver maður þarna eins og Masjó sem er greinilega feikilega flinkur tónlistarmaður en hann líka heldur mjög vel utan sitt höfundarverk. Hann er í rauninni svona fyrsta nafngreinda tónskáldið sem býr þannig hnútana að hans ævistarf er varðveitt í einni bók sem er síðan til í nokkrum mismunandi handritum á söfnum hér og þar í Evrópu. En hann heldur utan þetta af miklu meiri kostgæfni heldur en nokkur hafi gert áður. Svo er annað, bara því þú ert að tala svo hver sérstæð. Ég er alveg búinn. Ég vildi bara nefna að hann er líka feikilega gott ljóðskáld. Hann semur sjálfur kvæðin við megnið af sínum verkum og ef þú ert að læra, það er alveg sama hvort þú ert að læra sko vestræna tónlistarsögu á 14. öld eða franskar miðaldabókmyndir á 14. öld. Guillaume de Masjó er lykilfígúra. Mér dettur í hug sko að því ég reyni að tengja þetta við eitthvað sem fólk skilur á Íslandi sko. Við hljómum eins og algjör við hljómum eins og við séum að tala einhverja skeggja leiðendabúka steindauða ekstra fyrir 1000 ára sko. Ef þú berð saman að gamni Snorra Sturluson, Heimskringlu og Masjó og stöð þeirra og nöfn þeirra voru bæði þekkt. Akkurat. Hvað segir þú út úr því? Ég myndi kannski segja að Snorri Sturluson sé svona meiri, má maður segja þetta, meiri valdapólitíkurs í sínu umhverfi heldur en Masjó þannig sko. En hann skráði. Já, akkurat. Masjó er samt, sko, hann er ekki valdamikill sjálfur en hann er mjög nálægt valdinu. Hann er í þjónustu konunga og Afsakið sko frá Guðmundi sko, tónlist þrífst þar sem spillingin er mest. Einmitt, mjög sennilega. Þannig að hann er sko hátt settur í kirkju hierarkíunni í Fraklandi. En, akkurat. Já, hér. Ég veit ekki að hverju ég á að spyrja næst, þú ert alveg botlaus. Gaman að tala við þig, Árni. Takk sömuleiðis. Mjög gaman. En svo sem ég verður maður að viðurkenna, maður getur lært alla músík, alla ævi, sko. Það er takmarkalaust, alveg takmarkalaust. Tölum annan kall þá á þessu
tímabili og aðeins seinna, það er sjóskandi bréf. Þú nefndir hann undan. Já. Segð mér hvað álit þú hefur á honum. Hann er nú bara eitt af mínum eftirlætis tónskáldum. Ég hef feikilegt álit á honum. Hef bæði sungið mikið af tónlistina hans og bara velt henni mikið fyrir. Á hverju? Á hverju, hvað var svona gott við sjóskald? Hann er svo mikill meistari, sko. Það sem er að gerast á þessum svona... Býtu, ég ætla að spyrja öðru í sig. Hver er munurinn? Ég skal bara hjálpa þar á stað. Ég er að leita sérstöku atriði. Við skulum bera saman hendingaskipan á músík fyrir John Cotton sem var svona endalaus, sko, non-stop og það var bara ein hending eiginlega, bara non-stop hending og hins vegar hendingaskipan í sjóskald. Við þurfum ekki einu sinni að fara svo langt af, við erum meins að búið saman bara, sko, beinan fyrirrennara sjóskaðin sem var Jóhannes Okkegjem, annar góður Jóhannes, sem eru líka þessar löngu hending. Hendingamótunin... Já, þú meinar að hann hefur svona mikið byltingana. Já, þannig, sko, eða það er líka bara einkenni á Okkegjem að það eru einmitt þessar óvenjulega langt í hináttina, sko. Já, hann hefur verið eiginlega bara afturhald. Já, eða bara svona sérkennilega frumlegur, ég veit ekki, allavega. En allavega, hjá sjóskandi prei eru hendingarnar mjög skýrt afmarkaðar og það er komin einhver... Hvað er best að útskýra fyrir bæði hending? Gátt við hendingu. Nú er úti veður vont. Akkurat. Hending. Hugsun. Verður alltaf glessu. Það er önnur hending. Akkurat. Þessi mörk voru ekki skýr í tónlist áður. Það var bara haldið áfram endalaust. Það átti að tákna sjálfsagt að Guð var eilífur. Það var ekki hendingamörk í honum. En sjóskan gera eitthvað. Já, það hefur að gera með kannski samspil laglínu og hljómaferlis, ekki satt, að þú nærð einhverju sem við getum kallað, hvíldarpunkt, hvíldarstöðu, hljómrænt, sko. Anda bara. Anda. Náðu súrefni. Akkurat. Og svo hefur þetta líka að gera, svona hann sérstaða með það að tónskáldur eru smám saman þegar það er komið fram á svona kannski önnur til þriðja kynslóð endurreisnar tónskálda, getum við sagt. Hvað þríundin er nú dásamlegt tónbil. Já. Og hvað hún gerir nú eiginlega allt bara svolítið fallegra og skemmtilegra. Já, hún var nú bara bönnuð. Já. Og það er eitt af því sem sjóskandi prei notfærir sér, bæði náttúrulega í... Ég er að reyna að muna, af hverju var hún bönnuð? Ég meina, hvað kölluðu hann? Hún var eitthvað verkfæri djöls? Nei, það var nú aðalega stækkaða fyrirmyndin, sko. En hún var ófullkomin. Og ófullkomin... Í hvaða skilningi? Nú skaltu tala tónfræðimálið um mig. Sko, nú er ég ekki sko sleipastur í hlutfallareikningi, en þetta hefur að gera með að sko 5. og 8. eru fullkomnustu tónbilin af því að þau eru hrein, þetta er svona pýþagóraskar pælingar, sko. Já, ég skil. 3. Hlutfallamælingar. Það sem ég las einhvern tímann svolítið áhugaverða pælingu líka í sambandi við, sko, af hverju verður 3. allt í einu þarna á 15. öld eitthvað svona heillandi fyrirbæri. Viðurkennd. Já, viðurkennd, og tónskáld fara að nota þau meira. Hugsaðu þér það að tónskáld skulle vera búin að hafna 3. í fleiri 100 ár. Akkurat, nema sem svona hálf ómstríður. Já, bara svona tengitón, eitthvað svoleiðis. Hafi líka haft að gera með, sko, stillingar.
Já. að sko, að því að þríund er náttúrulega viðkvæmt tónbil að því leyti að það er hægt sko innan, ef þú hugsaðir bara grunntón og fimmund, hvar þú ætlar að plasera þríundina, hún getur verið hrein eða ekki. Hún er eins og tyggjó. Já, hún er svolítið eins og tyggjó. Og að þarna hafi allt í einu, og það hafi kannski, las ég sem einhverja tilgátt, ég selði ekki dýrar en ég keypti, en að enskir söngvarar hafi allt í einu byrjað með þetta og þess vegna hafi sko í rauninni endurreisnarstíllinn svolítið komið frá Dunstable og í gegnum hann til sko Dufay og þeirra, að þeir hafa allt í einu farið að stilla þríundir aðeins öðruvísi. Blessaður góði, veistu það, ég kann svo marga sögur þríundastillingar sem á ég að trufla þessar frásögn? Gerðu það. Manstu hvað það varst? Já, já. Ok. Það var einn vísindamaður sem ætlaði nú að sýna fram á hvað þríundin væri teygjanleg. Já. Og hann var með tæki og hann gæti mælt það, hann gæti ekki bara, sko, hann fór alveg eftir í hvaða stöðu, hann tók bassaleikara, kontrabassaleikara. Og hann var bara í fyrstu eða annarri posisjón, þú veist, alveg með nánast opinn streng. Og hann beður hún að spila nótuna G á E-strenginn, dýpsta strenginn, og segir, þetta er leiðsögutáknin að As, dúr, og svo spilar hann As-dúr af strengjum. Ekki strengja As-dúr, en hann á að spila sko G, leiðsögutónin, og spila semast A major 7th hljóm. Og svo slökkti hann á strengjasveitinni og mældi nákvæmlega stöðu tónsins á bassanum. Og mér sé að merkti hann með krít. Hvar var fingurinn? Svo gerum við þetta aftur, nema nú honum sagt að G sé lækku sjöund í hljómi. Já. Hljómurinn kemur í strengjanum og hann merkir við hann og þá hann búinn að færa fingurinn sem það nokkur millimetru niður á við. Af því að í öðru tilfellinu var hann að fara upp sem leiðsögutónn, í hinu var hann að fara niður. Og það bara muna mörgum millimetrum sko. Já. Akkúrat, og þetta gæti verið einhver faktor. Þannig að séð okkar þríundin er mikið tyggjó. Hún er eins og pólitíkur sem segja, hún er teygjanlegt hugtak. Já. Og þannig en þarna virðast tónskáld einhvern veginn vera á þessi kynslóðsjóðskæðins allt í einu uppgötvar þessa dásemd. Þríundina. Já. Og að því að maður með perfect instrument sem að hér raddir, þá gáttu þær aðlaga sig að þessum ómstreitum sem að felast í þessum hlutfallareikningi Pýþagórasar. Akkúrat. Og þeir syngja hærra heldur en til með venjulegi kirkjukorur á Íslandi gera með organleik til dæmis. Einmitt. Nákvæmlega. Hærri tónn. Akkúrat. Þessna, eftir þessi leið og minn fyrir, hann er nú búinn eins og veist, eða einhverju kvíl, að þá varð ég hallari undir strengjasveitir. Og síðustu 10 árin sem ég stjórnaði út allan heim, þá bara sagði ég strengjabassar, ekkert strengja. Því að þá klingdi allt svo hreint.
Fyrir innskot. Mjög gott, já. Þetta er bara fallið innskot. Mjög gott. Annað sem ég finnst ótrúlega gaman við Sjoskandi Pre er hvernig hann, sko, það er næstum því eitthvað sko stravinskilegt stundum við hvernig hann notar ostinato. Hann notar mjög stutta stefjabúta sem hann síðan fer að annarkvort tónflytja eða bara endurtaka, það er svona eitthvað pínlítið svona obsessíft við það, þráhyggju. Þrástef. Já, þrástef og næstum því sko á þráhyggju kendan hátt líka. Já, hann var bara að sína hvað hægt var að gera með lítið efni. Akkurat, hann er ótrúlega flinkur tónskáld, sko, maður getur alveg sökt sér í hann endalaust. Og nú á þessu ári, bara svo við minnumst aðeins Sjoskandi Pre, eru 500 ár frá því að hann lést, 1521. Já. Þessu verður vonandi minnst allan heim. Teka hjartanlega þetta. Þá kom hérna annar ágætur maður til minn í heimsókn og við áttum svona spjall eða svona í þessum dúr, skulum segja. Það var allir sín sérstök áhugamál og sérfræði þekkingu og það var engin annar en forseti tónlistardeildar Listaháskóla Íslands. Akkurat. Tryggvi M. Baldvinsson, túbuleikari með mér, lúðrásveitarstjóri og við vorum eitthvað svona að spjalla saman eins og við. Já. Við tveir og hann fer eitthvað að tala hæla Sjoskan. Alveg upp í hástæð og þá hljóp skrattinn í mig. Auðvitað vildi ég hæla honum líka, en það er ekkert samtal úr því. Það er bara lofsöngur. Svo ég sagði að nei, mér finnst Palestína miklu betri. og hérna, nú spyr ég þig, hver er munurinn á Sjoskan og Palestína? Þú tala um músikmál Sjoskans, músikmál Palestína. Palestína er náttúrulega sko fáunin holdi klædd, segja. Svona ákveðnar leikreglur sem að hafa einhvern veginn festst í skorðum. Á meðan að hjá Sjoskan er svolítið meiri fjölbreytni, svolítið meiri leikur, svolítið meiri dirfska stundum, svolítið meiri tilfinningar, frumleiki, þannig sko. Getur það ekki hafa stafað því að Palestína var fastur í kapellu? Jú, það getur mjög vel verið. Og í hágari. Á meðan að Sjoskan var á vissan hátt svolítið rótlaus listamaður, hann starfaði víða. Svo Mozart. Já, rakst illa virðist vera, hafði mjög háar hugmyndir sko sitt eigið ágæti, var sko krafðist hærri launa en hafði nokkur tímann áður boðið tónskáldi. Gott hjá. Var svona, fann til sín sem listamaður sko, og maður finnur alveg þessa dirfsku líka í tónlistin hans. Á meðan Palestína, nú er ég ekki að gera lítið úr Palestína, en það er kannski að vissuleyti svona svolítið með embættismannalegri hugsun í hans tónskáldskap. Hann er svolítið til að særa hann ekki og himni blessa kallinn. Hann sko getur við þá borðað svona saman að Palestína vann í ráðuneyti og hafði heila kapell og kór. Svo hann átti bara að sinna og annars yrði páfinn bara mjög óhress. En Sjoskandi Pre vann hinum með götuna í einhverju þjóðleikhúsi. Hann var kannski bara sjálfstætt starfandi. Sjálfstætt starfandi leikari. Já. Þetta er alveg ótrúlega gaman. En hvar og hvenær eru komnir miðjavegu í þessu? Því ég ætla að
slíta þessu samtali áður en við erum komnir inn á þitt sérsvið og ég ætla að reyna að pína þig til að koma aftur og tala þitt sérsvið sem þitt sérsvið þá byrjar frá með 1540. Já, eitthvað svoleiðis. Já, þannig sko í mínum rannsóknum hef ég aðalega verið að skoða tónlist sem samin eftir siðaskipti, getum við sagt, svona þannig sko. Meða þessu siðaskipti. Það alltaf með handleikur. Jú, það er svolítið annað. En svo ég held að við fáum okkur bara te núna, hvílum þetta og ef þú ert til í að koma aftur, ég ætla að reyna að ná því inn að segja bara alveg sjálfsagt. Við þakkum innilega Árna fyrir komuna og njótið vel, hann hafði svo margt skemmtilegt frá að segja. Verið bless.